Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla ekki að bæta miklu við þessa umræðu, hér hefur ýmislegt verið sagt, en vil þó koma hingað upp vegna orða borgarstjórans, Dags B. Eggertssonar, þar sem hann blandaði í þessa umræðu knatthúsum í Reykjavík og vóg þar að fulltrúum Framsóknarflokksins og flugvallarvina og fann að því að þeir væri að leggja fram tillögur í Íþrótta- og tómstundaráði byggingu knatthúsa í Reykjavík. Og ég siti í Íþrótta- og tómstundaráði, ég kannast reyndar ekki við það að það hafi einhverjar konkrétu tillögur verið lagðar þar fram, menn kannski leiðir það mig að það er ekki rétt, en mér finnst undarlegt að borgarstjórinn skuli vega að borgarfulltrúum með þessum hætti og bera þar á brýn að þeir séu að flytja tillögur 2-3 knatthús. Ég man ekki eftir að slíkar tillögur hefur verið fluttar og óska eftir því að borgarstjóri gerir þá grein fyrir þeim tillögum, því að minnstu kosti ég kem að fjöllum hvað það varðar. En hitt þó rétt að komið fram í þessu sambandi að á síðasta fundi hverfisráðs Vesturbæjar var tekin fyrir tillaga frá borgarfulltrúum Samfylkingarinnar eða fulltrúum Samfylkingarinnar í því ráði knatthús og reyndar fimleikahús líka sem ætti að byggja í Vatnsmýri. Sem sagt, þessi tillaga var lögð fram á þar síðasta fundi hverfisráðsins, þannig að borgarstjórinn hlýtur að vera kunnugt hana. Tillaga það að skora á ITR að skoða kosti þess að byggja knatt- og fimleikahús, við erum þá að tala 2 sala hús í Vatnsmýri. Tillaga var lögð fram á þar síðasta fundi ráðsins í desember, hún var tekin fyrir núna í janúari síðustu viku og að skoða þennan kost og þar var henni reynda breytt að ósk okkar sjálfstæðismanna og framsóknarmanna breytt í þá veruna að Vatnsmýri var tekin út og Vesturbærinn settur inn í staðinn. En tillagan stendur sem slík að kanna mjög vel kosti þess að byggja knatthús og fimleikahús og þess vegna kemur svolítið óvart að því að þarna voru 2 fulltrúar sem lögðu tillöguna fram og báðir komu úr Samfylkingunni. Ég held með þessi annar er að sittur í skipulagsráði fyrir Samfylkinguna og hinn er held ég formaður Samfylkingafélags Reykjavíkur, þannig að greinilega lykilmenn í Samfylkingunni og þess vegna komur svolítið óvart að koma hingað á borgarstjórnarfundi í dag þar sem við erum að ræða Grensásveginn og heyra síðan borgarstjóra ráðast á aðra borgarfulltrúa fyrir það að þeir séu að flytja slíkar tillögur. Og það fara mér svona til að velta því fyrir sér hvort það geti verið að borgarstjóri sé í svona Albaníuleik, gamli leikurinn þegar Rússar kusu að skamma Albaníu menn, stjórnin í Albaníu, en voru í rauninni að skamma Kínverja, þeir voru bara stórir eða þorðu ekki að fara í þá. Getur verið að borgarstjórinn sé að skamma samflokksmenn sína í hverfisráði Vesturbæjar fyrir að flytja þessa tillögu. Fyrst hann sakar hér fulltrúa Framsóknarflokksins ranglega því ég tel að vera að flytja slíkar tillögur í Íþrótta- og tómstundaráði. Það væri gott að fá svar borgarstjóra við þessum spurningum, annars sem ljúft og skylt að endurtaka þær ef hann heyrir það ekki, en hann er ekki í salnum en ég vona samt að hann heyri til mín. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þá er komið að atkvæðagreiðslu hér. Óskar borgarfulltrúinn eftir að taka til máls fundarsköp. Já. Já, mér finnst ef við erum að fara í atkvæðagreiðslu máli þá hlýtur borgarstjóri að vera skammt undan og ég treysti því að hann hafi hlustað það sem ég hafði fram að fara hérna. Það eru hátalari hérna um allt hús þó að menn sé ekki í fundarsalnum. Þannig að ég myndi vilja bíða til að borgarstjóri kæmi og svara þessari spurningu fyrst ég var síðastur á dagskrá. Og þarna kemur borgarstjóri í salinn og þá má spyrja hann hvort hann hefði heyrt það sem ég spurði Já, það var í stuttumáli það ég hjó eftir í áðan að borgarstjóri var að ráðast á borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og flugvallarvina og sakaði hann að flytja tillögur á vettvangi Íþrótta- og tómstundaráðs byggingu 2 eða 3 knatthúsa í borginni til viðbótar því sem fyrir er. Ég siti í Íþrótta- og tómstundaráði og ég kannast ekki við þessar tillögur, þannig að fínt að borgarstjóri geti gert nánari grein fyrir þeim því hann veit á greinilega betur hvað er að gerast í ITR heldur en ég sem sitt þó þar. En vildi þá bara minnast á það í leiðinni að í hverfisráði Vesturbæjar
þar sem ég sit var í síðustu viku tekin fyrir tillaga fulltrúa Samfylkingarinnar þar. Þar er bæði formaður Hverfisráðs sem situr í skipulagsráði fyrir Samfylkinguna og þarna er einnig formaður Samfylkingafélags Reykjavíkur. Og þar var tekin fyrir tillaga þeirra sem var reynda tillaga alls ráðsins á endanum að skora á ITR að skoða mjög ákveðið hvort rétt var að byggja fimleikahús og knatthús í Vesturbænum. Upphaflega var talað um Vatnsmýri, svo var talað um Vesturbæinn. Þannig að það er þó konkrét tillaga og þá velti ég fyrir mér af hverju er borgarstjóri að skammast út í fulltrúa Framsóknarflokksins og flugvöllina hér fyrir slíka tillögu sem ég kannast ekki alveg við, þegar að fyrir liggur konkrét tillaga í Hverfisráði Vesturbæjar byggingu slíks hús sem ég held að borgarstjórinn vissi af. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið tala fundarsköp en halda hér ræðu engu að síður og þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Ekki fundarsköp, ég kem bara inn í umræðuna eftir ef að... Nei. Forseti ágæti borgarfulltrúi, til að halda samhenginu til haga að þá var ég að kalla eftir upplýsingum það vegna þess að þær hafa ekki liðið á ljósu tillögur fulltrúa Framsóknarflokksins ITR knatthús í borginni og þetta hefur áður borið að góma hér í borgarstjórn og mikilvægt að halda til haga í umræðum forgangsröðun fjárfestinga. Ef að það eru lausu lofti gripið að fulltrúi Framsóknarflokksins hafi lagt fram tillögur knatthús, þá svara það spurningunni. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Við göngum til atkvæða um tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallarvina. Hér allir í salnum og verið fram á atkvæðagreiðslu með nafnakalli og ég bið skrifara að koma hér upp. Já, það verður að sjálfsögðu, auðvitað verðum við því þegar kemur fram ósk nafnakall, en skrifar þurfa að koma hér upp. Já, þegar að draga hérna, það meðan líka draga bara hér, svona, það er ekki bara ein tala. Og það er talan 5. Tala númer 5, þá, já, þeir með koma, veit ekki alveg. Er það búið? Þegar að vera hérna, hvað fyrir það? Bara að draga. Ok. Megum við fara? Já, skrifstofustjóri segir að þið megið fara. Takk fyrir aðstofuna. Það var sem sagt borgarfulltrúi númer 5 sem er fyrstur til þess að greiða atkvæði. Það er Halldór Halldórsson. Borgarfulltrúin segir já. Já, ok. Bara svo að það sé á hreinu að því að hér er fólk sem ekki hefur greitt atkvæði með nafnakalli, þá er það þannig að forseti kallar upp nafn tiltekins borgarfulltrúa og viðkomandi svarar já eða nei eftir því hvort að hann ætlar að samþykkja tillöguna eða ekki. Eða tekur fram að hann greiði ekki atkvæði ef svo ber undir. Þá byrjum við á Halldóri Halldórsinni, hann segir já, borgarfulltrúin segir já. Halldór Eiðar Svansson, borgarfulltrúin segir nei. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúin segir nei. Hjálmar Sveinsson, hann segir nei. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúin segir já. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúin segir já. Kristín Soffía Jónsdóttir, hún segir nei. Björn Blöndal, já, hann segir nei. Borgarfulltrúin Skúli Helgason, Skúli Helgason segir nei. Trausti Harðarson, Trausti Harðarson segir já. Áslaug Friðriksdóttir, Áslaug segir já. Dagur B. Eggertsson, hann segir nei. Elsa Hrafnhildur Jómenn, hún segir nei. Guðfinna Guðmundsdóttir, hún segir já. Og Sóley Tómasdóttir segir nei. Tillagan er felld með 9 atkvæðum sem að verða skráð með þessum hætti í fundargerð. Og allir áskilja sér rétt til bókunar. Svo það sé sagt að þá hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallarvina óskað eftir að umræður númer 6 og 7 á útsendri dagskrá verði teknar út af dagskrá og verður orðið við því. Elsa, viltu koma og lesa með það?
Það er sem sagt númer 6 er umræða gagnsæi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og númer 7 er umræða Reykjavíkurflugvöll og íbúalýðræði. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fyrst á mælendaskrá.